Komið þið sæl aftur. Þá eru það þær Katla Tryggvadóttir og Elísa Þóreyjardóttir sem eru komnar hérna úr Emma, búin að lifa skringilegum 2 seinustu árum í skólanum sem ég útskrifaðist einmitt frá fyrir 2 árum. Segið mér aðeins frá þessu stelpur, hvernig er þetta búið að vera? Þetta er búið að vera svolítið áhugavert. Mjög áhugavert. Já, það er bara sérstaklega svona einhvern veginn hvernig námið hefur líka bara breyst sjálft, sko. Og mat á náminu líka. Já, matið var rosalega breytt. Engin lokapróf á þessari önn. Engin. Hvað er gert í staðinn? Bara símat, sko. Mikið af verkefnum og alls konar próf. Já, alveg rosalega. Og eru þið búin að vera mikið heima að vinna eða að læra? Ekki á þessari önn, nei. Nei, þau gerðu þetta samt þannig að þau styttu einhvern veginn hérna stundatöfluna. Þannig að það eru svona tímar sem þau eigið að eyða heima í að læra, en annars er allt í skólanum. Við erum eiginlega alltaf bara búin að vera í skólanum nema fyrstu vikuna eftir páskafrí. Þá vorum við heima út af takmörkunum og svona. En það var bara þá, sko. Og hvernig er námið búið að leggjast í ykkur? Sko, ég held að námi í Emma á staðnum er nógu krefjandi. Já. En að þurfa að taka það líka í fjarnámi, það getur verið rosalega strembið. En annars er alltaf gaman að læra og svona, það ekki? Jú. Já, en hvernig, þið komið einmitt með hérna blöð munins, skólablöð munins, og þú varst í muninn. Já, ég var markastýra munins, er að klára það núna. Ok, og hérna, það er einmitt þessi völva hérna. Já. Það er svona, getur þú sagt mér aðeins frá henni? Já, þetta er völvan eða nýnemablaðið sem við gerðum núna í fyrsta skipti í ár, eða þá í fyrra, fyrir einmitt nýnemana sem voru að koma inn í skólan á þessum tímum, sem er mjög krefjandi og margir af þeim völdu líklega Emma akkurat út af félagslífinu og við vildum sem skólablaðir reyna að koma til móts við bara strax, þú veist, að því þau voru ekki að fara að komast inn í skólan eins og hann er venjulega. Þannig að við vildum bara sýna þeim hvernig það er. Við vorum með alls konar svona skemmtilegt eins og myndir af öllum undirfélögunum og svona hvernig þau starfa og hvort þau geti komast inn í þau og svona. Og svo vorum við með kort á skólanum og skólasöngin og svona alls konar, af því að það er engin söngsalur og ekkert eðlilegt. Nei, allt þetta venjulega við Emma er farið út gluggann. Já. Hvernig er þá að vera í Emma án allra hefðana og skólafélagana og allt þetta? Sko, það er vissulega ekki jafn skemmtilegt og þetta var á þessari fyrstu önn sem við fengum þar sem að allt var eðlilegt. Við vorum það heppnar að fá heila önn sem var eðlileg. En sko, þótt að við hefum ekki getað haft hefðirnar eins og við hefum viljað þær, þá var seinasta hugmyndastjórn ótrúlega dugleg að finna lausnir og ef það kom eitthvað upp á, þá fundu þau alltaf lausnir. Og það var einmitt mjög margir viðburðir sem voru bara sem var streymt á netinu, eins og á Facebook og YouTube og svona, eins og söngkeppnin og kvöldvökur og svoleiðis. Þannig að það var mjög gott hvernig þau gátu einhvern veginn fundið út úr öllu. Þannig að skólaárið er því sem eðlilegast. Já. En nú, af því að eins og við vitum var í Emma líka og fékk einmitt þessar hefðir allar sem eru venjulega. Og ég man að ég talaði einhvern tímann við Jón Má, skólameistara, og ég var að spyrja hann af hverju skiptir svona miklu máli að mæta í skólan. Ég man að ég var eitthvað svona voga hneykslu við því að þurfa að mæta og það væri einhver skylda að mæta og það er jara. Og hann sagði við mig að skipti máli að mæta vegna þess að það væri rauninni félagslífið sem að sæti lengur í fólki og sem skipti miklu máli. Hvernig er það, hvernig var það eins og eftir fyrstu vikurnar af mánuðina? Þið voru kannski leiðan eins og ég að þurfa að mæta, en hvernig er þetta núna? Hvernig horfum við á þetta? Já, ég held að allir séu mjög þakklátir fyrir að geta mætt núna. Bara það geggja að komast í skólan.
En svo eru líka, þetta búið að taka á, þú veist, fyrir alla persónulega. Mætingar eru að detta niður hjá örugglega hverjum og einum nema nokkrum heppnum. En hérna, þú veist, ég hef alveg fundið fyrir því sjálf að þegar ég vakna þá langar mig ekkert alltaf að þurfa að fara í skólan að því ég er búin að vera alltaf heima hana heinaðinina. Bara, og ég ætti hérna að fara að mæta aftur og kann ég að taka próf á staðnum og þú veist. Það er enda kemur á óvart hvað gleymist fljótt hvernig maður á að taka próf á blaði. Það er alveg sko. Alveg klárlega. Ég hef aldrei verið jafn stressuð og fyrir einhverju 5% prófi í ensku eða eitthvað. Af því að það var á blaði en ekki í tölvu. Eins og maður er búin að vera seinasta árið. Já. Vá, ég veit ekki hvort ég segði en þú ert sem sagt nýi forseti Hugins. Já. Hvernig leggst það í þig? Ég er bara spennt og ég er mjög spennt að reyna að koma inn svona sem flestum hefðum á næsta skólaári. Takast á þetta verkefni? Já, því vonandi verðum við öll bólusett og hjarðónæmi og allt það. Þannig að, en já, við erum með margt skemmtilegt planað og við erum mjög spennt. Hvernig, þú varst í Ellima fyrir þetta og þú er búin að vera í Munin. Hvernig er samt eins og hjá þessum félögum, hvernig er þetta búið að vera? Er eitthvað hægt að gera? Sko, þetta var mjög flókið með Ellima eins og með fjöldatakmarkanir og hvað við máttum hafa marga í hofi og svona þegar við vorum að sýna þar. En við vorum það heppin að við fengum að sýna allar 5 sýningar og á 4 af þessum sýningum fengu allir að vera baksviðs sem var mjög skemmtilegt og við erum öll bara mjög ánægð að fá að sýna því að við fengum bara að sýna 3 í fyrra. Þannig að ég veit allavega að krakkarnir í Ellima eru mjög kát vonandi. Já. Æðislegt. Því miður er tíminn hlaupinn frá okkur, ótrúlegt en satt. En hérna bara ég hlakka til að sjá hvernig þið tæklið þetta hérna í frá og hérna óska ykkur bara góðs gengis og þakka ykkur kærlega fyrir að koma. Takk fyrir.